Komið sæl, í 18. kafla Matteusarguðspjalls gefur Jesús okkur ákveðið ferli fyrir það hvernig kristnir menn eiga að sættast ef það kemur upp ósátt eða ef einhver syndgar gegn öðrum. Og þetta er svona í þrennu lagi. Það fyrsta sem á að gera er að reyna að tala saman í einrúmi og leysa það þar. Og ef það gengur ekki á maður að taka með sér 1 eða 2 votta og reyna aftur. Og gangi jafnvel ekki það, þá átt að fara til safnarins og segja söfnunum frá og söfnurinn á að tala við þennan einstakling sem hefur syndgað gegn þér og gangi ekki einu sinni það, þá stendur hér í 17. versi 18. kafla, þá sé hann þér sem heiðingi eða tollheimtur maður. Og hér getur hljómað eins og Jesús sé að setja bara strik hingað og ekki lengra ef að þessi náungi vill ekki sættast við þig og gangast við þau brot sem hann hefur unnið gegn þér, þá getur þú bara að líta á hann eins og heiðingja, eins og tollheimtumann og þarf ekki að gera meira. En er það í rauninni það sem er verið að segja hér? Hvað þýðir það að vera sem heiðingi eða tollheimtumaður? Og hvernig á að koma fram við heiðingja og tollheimtumenn? Náttúrulega þegar við segjum tollheimtumaður hér þá er verið að hugsa um stöðuna sem tollheimtumenn höfðu á Jesú tíma í Ísrael, þar sem þeir voru í rauninni landsvikarar því þeir unnu fyrir innrásarher Rómverja. Þannig að má segja sem svikari eða heiðingi. Og Jesús segir okkur að við eigum að elska náungan og við eigum að elska jafnvel þann sem er heiðingi eða tollheimtumaður. Enda sýnir Jesús það með fordæmi sínu í Nýja testamentinu og í Guðspjöllunum hvernig hann einmitt tók við tollheimtumönnunum, tók við heiðingjónum og tók þá til sín og þeir trúðu á hann og tóku við honum. Og það er einmitt mergurinn málsins að sá sem er heiðingi trúir ekki á Krist og við þurfum að játa að svo sé. Sá sem hefur afneitar sínum eigin syndum og vill ekki játa þær, hann hefur sett sig utan við kristna trú. Það þýðir ekki að kærleikur okkar til hans eigi að vera eitthvað minni fyrir þá sök, heldur eigum við ennþá að elska náunga okkar og eins og Jesús leita sátta og halda því áfram eins lengi og það er okkur mögulegt. Þannig að Jesús vill alltaf leita sátta, hann vill alltaf leita þinnu týnda og finna það og það á líka að vera leiðarljós fyrir okkur sem trúum á nafn hans, en það fann hann okkur og hann leitaði okkar og fann okkur. Þetta eigum við að hafa að leiðarljósi. Það væri gaman að heyra aftur hvernig því að við lesum þessi vers og hvort að þetta sé í samræmi við það og hvort þið hafið aðrar hugsanir og síðan getum við spjallað áfram um það undir myndbandinu hér. Takk fyrir, við heyrumst.